Við komum á Hjalteyri við Eyjafjörð rétt fyrir hádegi. Gamla síldarverksmiðjan plássfrek á eyrinni og við sjáum engan fyrst sinn nema stóran og loðinn hund. Eigandi hundsins reynist vera Lene Zachariasen, handverkskona sem við höfum mælt okkur mót við og hún býður okkur inn á litla vinnustofu. Okkur finnst vinnustofan nógu forvitnileg en þetta ekki staðurinn sem hún ætlaði að sýna okkur. Hún ætlar með okkur upp í Síldarkastalann. Velkomin. Takk fyrir það. Hér ég sem sagt með dót úr alls konar dýrum og efnið mikið til það sem aðrir henda. Já. Þannig að ég safnar á ýmsum stöðum, heimaslátrað, lambaskinn úr litlu lömbin af vorin, hrosshár, tögl sem hent, selir sem festa sig í netin. Bara í raun og veru það sem mér finnst spennandi og það sem ég veit að ég get gert eitthvað skemmtilegt. Já, einmitt. Þið annars kannski bara hent? Já, og það sem ég að vinna við yfirleitt dýraafurðum og það nú ekki að því að mér illa við dýr. Það í raun og veru hinn hliðin. Það svona virðing við þessi yndislegu skepnur sem gefur okkur lít. Og það svo auðvelt að henda. Það það. En það svo gaman að varðveita og það svo gaman að sjá eitthvað lifna við aftur. Þetta gamla fallega hrosshársvinnan sem Íslendingar gerðu hér fyrir stríð. Já. Og þetta í raun og veru upprunan að minni vinnu. Þegar ég kom til Íslands 1981, þá kynntist ég söðlasmíður á göngustöðum í Þorradal. Og hann sagði mig frá að Íslendingar unnu úr hrosshárum og það var fléttagerðir og taumar. Og hann gaf mér snældu og ég fór að fikta. Og ég klippti öll hrossin og nágrannarnir voru dauðhræddir að ég myndi fara í faxið af hrossunum, þannig að ég var bara ekki mjög vinsæl. En þetta í raun og veru upprunan að því að ég fór að skoða hvað gerði Íslendingar áður en þið fóru að horfa á sjónvarpið og Dallas. Þegar ég kom hingað þá var allir að horfa á Dallas. Já. Og það var á miðvikudögum. Akkurat. Og svo ekkert sjónvarp á fimmtudögum. Og þá var hægt að gera allt mögulegt annað. Já, þá var hægt að gera eitthvað skapandi. Já, og við áttum ekki sjónvarp, þannig að ég hafði nóg annað skemmtilegt að gera. Já. Og svo hefur nú aldeilis þróað tæknina með hrosshárin. Þú ert farin að gera ýmislegt fleira. Já, hrosshári alveg einstaklega fallegt hráefni. Og líka það ber með sér stolt hestsins og í raun og veru söguna hvaða hestur þetta hefur verið. Stundum hefur unnið úr svona engahárum og stundum get ég sagt eitthvað persónuleika hestsins, ekki alltaf, en stundum bara slær það alveg í gegn, sko. Já. Og það svolítið gaman. Og líka bara skemmtileg minning fyrir viðkomandi að eiga eitthvað úr þessi besti vinur manns sem hefur kannski fylgt mann í 20-25 ár. Lene gengur með okkur Síldarkastalann og sýnir okkur margt forvitnilegt. Sem dæmi má nefna hálsmenn með ísbjarnarskeggi, tvíbura punga og margt fleira. En stærsti hluturinn í kastalanum vekur fljótlega forvitni okkar. Þetta í raun og veru stærsta tromman sem ég gat gert úr einu íslensku dýri. Já. Og þetta eðalnaut úr Hörgárdal, alveg rosalega fallegur að litin. Já. Og í dag langar tromman til að tala. Mér líst vel að hlusta hvað hann segir. Hlustum. Ef hann dettur ekki. Prófum aftur. Það leikur alltaf reiði skjáli. Þetta hjartsláttur hússins. Já. Já. Þetta allt öðruvísi ferli heldur en sútaskinn og þá þarf ég að taka hárin af
og ég er farin að taka hárin af með ösku. Já. Og þá fer ég hérna upp í skóg og heggur tré og svo fer ég heim og býr til eld, sit ég kringum eldinn og grilla pulsur eða annað. Og við njótum bara þess að brenna og hafa gaman. Svo tek ég öskuna og ber þetta yfir skinnin og svo eftir svona 5-6 dagar þá fara hárin þetta af. Út á öskunni? Og já, það myndast svo mikið lút. Já. Það verður svo óbúslega hátt pH að hárin fara að losna. Og þá detta hárin sem sagt af og stundum þá tek ég hárin og spinn það. Þetta úr refaskinn. Vá, hvað þetta mjúkt. Þetta alveg óbúslega fallegt hráefni. Vá. Hérna var ég að búa til þunnt leður úr refinn og svo hirti ég bara hárin og þvoði þær. Þetta Aldrei kalt af hundunum. Og svo ég líka með trommu úr selskinn. Hún hér. Já. Já, maður sér alveg þetta selskinn. Og selurinn var veiddur hérna út í hafsaugað við Látur, Rauðustendur hérna, horfur út gluggann. Já. Þá hérna fóru þær í grásleppunetin í fyrra vor. Ein nóttin voru 18 selir að fara í netin og sum þeirra liggja hér. Já. Þetta voru hérna vöðuselir, ungir strákar frá Grænlandi sem var bara að fíflast hérna Já, leikur sér. og fóru í netin og drukknuðu. Og þetta svo sorglegt. Þetta það. Og svo eru ég á svo mikið á góðum vinum allstaðar og einn veiðimaðurinn, hann kemur með selernar í land og við fláum þær og göngum frá skinnunum. Í staðan fyrir að henda, það svo auðvelt að bara skera á og losa sig. Láta þetta fara bara niður í sjó. Já. Og enginn í raun og veru hugsa meira þetta. Nei. Og þá tek ég skinnin og svo tek ég fituna, bræður hann og býr til illa lyktandi skóáburð. Hljóma vel. Óbúslega gott fyrir gönguskóna. Ekki hvað sem vondlykt í gönguskóm yfirleitt. Jú. Svo notum við klædnar og hauskúpurnar, það hauskúpa þarna í gluggann. Já. Og þá það svo gaman líka fyrir fólk að fræðast þetta ekki bara skinn, þetta svo mikið meira. Já. Og þó við getum ekki borðað sel sem hefur drukknað, það svo margt annað hægt að nota, sko. Já. Og líka minna okkur á að þetta var líf. Einmitt. Þetta hægt að gefa því framhaldslíf. Já. Það það. Þessi litli hérna. Þetta útselur, stóri selurinn, litli selurinn með kópur, ófæddur, var líka dáinn og alveg 10 vikur eftir í kæpingu, en samt svona fullkomna. Þetta svona sorglega fallegt. Já, það En bara svo En ef það var ekki verið þig, þá hefði enginn dregið þetta fram í sögum. Einmitt. Já. En hvaðan kemur þú? Ég kem frá Noregi og uppalin í Afríku og stalls og hingað til Íslands. Já, hvernig kom það til? Það kom nú til þannig að þegar við fluttum frá Afríku til Noregs þá fann ég mig ekki í Noregi. Nei. Það voru enga apar eða krokodílar eða brjálæðingar þar. Þannig að ég fór að leita annað og var í Lýðháskóla Vestur-Noregi og þar var allt í einu farið að tala að það væri kannski gaman að fara til Íslands og planta trjám. Þannig að þegar ég kom heim þá skrifaði ég íslenska sendiráðið í Oslo og var komin bara með vinnu eftir viku og fór bara. Já, og hér síðan. Já. Og fannstu bara strax á Íslandi eða? Já, í raun og veru. Ég ætlaði í myndlistarskólanum í Noregi og komst ekki inn haustu, þannig ég ákvað bara að vera þetta áfram og hef bara verið hér síðan. Já. Já, bara fundið mína leið. Já.
En hérna engin krókódílar, en enga krókódílar, ýmislegt annað. Það er ýmislegt annað. Eins og sjáum á hérninni. Og það sem kannski minna mig á Afríku einmitt þessi tengsl við bara jörðin. Að við finnum svolítið bara hjartsláttin okkar í umhverfið okkar. Mér fannst þetta alveg vera týnd í Noregi, fólk voru bara að flýta sér og eins og kannski reyndar Íslendingar í dag. Já. En hér á Hjalteyri engin tími. Nei. Nei, þegar ég flutti hingað niður eftir þá slökkti ég á klukkunni og hann alltaf, já í dag komið nýr tími, hann 10 mínútur í 10, í mörg ár var hann 8:30. Já. Og mér finnst þetta alveg dásamlegt að ekki hugsa hvað klukkan. Hráefnið sem Lene vinnur með, öll skinnin, hárið, feldurinn og allt hitt svo miklu meira í hennar huga en bara hráefni. Í hverjum hlut sem hún hefur unnið skín í gegn virðing fyrir náttúrunni og því lífi sem áður skartaði því sem hún að nota. Það einhver saga á bakvið allt saman. Hún sýnir okkur vandlega ofið band, dúnmjúkt og snjóhvít. Kona á Dalvík sem áttu 2 samújéðhundar. Samújéðhundurinn alveg snjóhvítur og ullamikil. Hún kemdi hundarna í mörg ár og setti í poka og fjölskyldan blöskraði og sagði, hvað ætla að gera með þetta? Hún sagði alltaf, ég ætla að fara með þetta til Lenu. Og hún gerði það og þetta hluti af því. Nú eru hundarnir bara á himninum og þetta hefur í raun og veru gullskildi fyrir fjölskylduna. Og hlakkar til að afhenda þeim. Hluti af þessu. Svo getur hún þá prjóna úr þessu eða hvað sem hún vil. Já. Ég sjálf í peysu úr sauðnaut og hundin mín og samújéð og husky. Eitt af því sem við hendum, það eru töglin af fullorðnu hestunum. Og ég hef verið að safna þetta frá sláturhúsi á Akureyri og þvær þetta og verkar þetta og síðan ég með alls konar tögl. Þetta efni til að vinna úr. Já. Og þetta þvegið og flokkað. Og síðan nota ég þetta sjálf eða á námskeiðum. Ég held fullt á námskeið í Hrosshórsvinna. Já. Þannig að þetta bara hráefni sem verður nýtt og bara dásamlega fallegt. Já. Ef fólk hefði áhuga á að koma á námskeið hjá þér, hvar finnur maður þig? Bara hér. Já, það kemur bara á Hjalteyri, ég ætla að koma á námskeið. Já, eða bara Ertu á netinu? Ég til í símaskráðum, það má hringja. Já, ok. Ég ekki mikið fyrir því að auglýsa mig. Nei. Þannig að ég skil. Þeir sem missa af mér. Þeir missa bara af þér, já. Þannig bara lífið.